Góðan dag. Í þessum þætti ætla ég að fjalla prentefni frá Prusa sem heitir Prusament ASA. Þannig að kíkjum aðeins á það. Ég keypti þetta prentefni eins og flest önnur og búinn að prenta nokkra hluti og sýna ykkur hérna nokkur prent og svo mælingar í kjölfarið. Við byrjum að kíkja aðeins á prentin og við byrjum á þessum þessum gaur. Þá sér maður ekkert stringing hérna í þessum. Það sést stundum í þessu prenti ef það er stringing í filamentinu. Þannig að þetta leit bara mjög vel út. Svo hérna kötturinn, hann leit bara mjög vel út. Það er svona smá glimmer í þessu prentefni. Þetta er Galaxy Black heitir þetta frá Prusament. Þannig að það er svona glimmer í aðeins. Það sést svona silfur glimmer. Svo hérna makercoinin, hann kom bara líka ágætlega út. Og kattahár eins og alltaf hérna. En þetta leit bara vel út. Svo hérna bensín, hann leit bara vel út líka. Ekkert að kvarta undan honum held ég. Sjá hvernig hann leit út. Svo hérna sér leigursalott. Það er samanskapið, hann bara leit vel út. Ekkert vissin á honum. Og svo hérna overhang testið. Þá hérna efstað í 70 gráðum. Þá sjáum við það er svona smá hérna í hornunum. Þetta er svo sem ekkert mikið. Það kom ágætlega út hérna í miðjunni. Þannig að það er bara sitt hvoru megin hérna í hornunum sem er smá vesinn. Ekkert stórkostlegt. En svo prentaði ég út hérna Ahsoka Star Wars karakter og það kom bara mjög vel út og hérna undir voru support hérna undir hökunni og það var ekkert mál að fjarlæga þau þannig að það leit bara vel út og sjá hvernig þetta er fínt. Þetta er svona í 2 portum prent og svo hérna Lord of the Rings karakter Witch King þannig að hann er svona stærri þannig að sjá hann hérna í miklu dítili og hérna undir voru support og það var ekkert vandamál að taka þau af og þetta gekk bara mjög vel að prenta þannig að þetta leit mjög vel út bara allt saman og hérna þetta hvíta hérna, þetta er mér að kenna sem sjáu hérna. Ég prentaði þetta of nálægt hverju öðru og það var hluti að supportinu fór inn í þetta prent hérna þannig að þessi hvítalína er út af supportinu sem að prentaðist hérna en það var algjörlega mér að kenna, það er ekki út af prentefninu þannig að það er ekkert að draga það niður fyrir það en annars leit þetta bara mjög vel út og prentaðist hérna eins og toppurinn hérna prentaðist bara mjög fínt ekkert hitavissin á þessu efni og þessi gattar hérna í hjálminum þetta stóð allt saman út í lofti með support og kom bara mjög vel út þannig að þetta leit vel út, kíkjum að þessum mælingarnar sem ég gerði. Þannig að fyrsta mælingin hérna er tókþolið og hérna er þetta prentefni hérna næst til vinstri, Prusament Black ASA og hérna það sem prenta upprétt þá er þetta svo sem ekkert sérstaklega góð mæling með bara önnur prentefni. Þannig að frekar auðvelt að slíta þetta í sundur og það sem prenta flatt það er svona allt í lagi líka en þið sjáu hérna annað ASA sem ég prófaði það er aðeins betra en þetta efni en annars bara mjög svipað þessu ABS prent hérna sem ég prentaði og sjáu hérna glass fiber prent efni ASA glass fiber það er aðeins lélegra hvað var það veiluðan og styrkin er flatt líka þannig að af þessum efnum hérna fyrir 4 sem eru hérna ABS og ASA þá er þetta komið svona ágætlega út en það sem hann prentaði upprétt er ekkert sérstaklega sterkt. Svo hérna höggþolið, þá er þetta aftur hérna næst lengst til vinstri og þetta kom svo sem ágætlega út með hérna ABS prentefni hérna en kannski ekki gott eins og þessi önnur efni hérna lengst til hægri. Fyrir utan þetta ASA glass fiber þá var mjög lítill styrkur í því hvað var höggþol. Þannig að þetta er svona meðalefni kannski í þessum mælingum. Svo hérna í stífleikanum þá er þetta hérna lengst til vinstri. Þannig að þetta er ekkert sérstaklega stíft efni. Það er svona með eins og PLA er töluvert miklu styrkara en stífara en þið sjá hérna ASA með glass fiber hérna lengst til hægri. Það er töluvert stífara. Þannig að þetta kom svona út en ekki jafn stíft eins og til dæmis extruder græna ASA-ið. Þannig að þetta er svona frekar mjúkt efni myndi ég segja. En þetta er það sem ég vildi sýna ykkur þetta prentefni. Þetta kom svo sem ágætlega út bara í prentum. Lítur ljómandi vel út þessi kallar sem ég prentaði hérna út og ekkert vesen að prenta þetta.
og ég prentaði þetta Core 1L prentaranum í lokuðum prentara, þannig að ég held að þegar maður prentar svona stórt eins og þetta þá þarf maður að vera með lokaðan prentara, annars springur þetta allt í tellur og verpist upp á prentfleitinum, en það var ekkert vandamál í þessum prentara. Ég er svona sem alveg prenta með þessa eins og svona Bensi og svoleiðis á opnum prentara og það sleppur alveg til, en leið að maður er komið með eitthvað svona starra eins og þetta þá borgar sig að vera með lokaðan prentara og sérstaklega ef það er ennþá stærri prent sem maður er að gera. Þannig að það þarf að hafa það í huga með ASA og ABS líka, að vera með lokaðan prentara ef maður ætlar að prenta stór prent. En annars er þetta bara það sem ég vildi segja um þetta prentefni. Ég þakka bara fyrir mig og vonandi sé ykkur aftur hérna fljótlega. Takk fyrir mig. Bless.